hefur aldrei verið hræddur það að því að þú ert náttúrulega sko línan, hún þarna sko. Já. Þegar að kemur á sumum bröndurunum sko, að þú veist, hún það langt í burtu að maður sér hann ekki lengur. Hefur aldrei, eins og í Me Too og svona, varst ekki hræddur að vera tekin Nei, ég var aldrei hræddur það. Það var sko og það var kannski vegna þess að mjög mikið að bröndurir sem ég sandi voru kannski, þú veist, það alltaf einhver ádeila þarna og mjög mikið af því sem ég skrifaði, þú veist, þó að það var ókslega dónalegt og grottaralegt og svoleiðis, þá var það oft sko sjónarhornið var alltaf frekar skýrt held ég að hér ég að gera grín að þessu. Ef eitthvað brandari þú veist, kvenhatur, þá hann að tala hvað kvenhatur raunin fáránlegt. Já. Og ég hef til það vera oftast frekar skýrt. Það finnst það kannski alls ekki öllum og það líka bara mjög gott vegna þess að það má ekki vera predikandi. Sko. En síðan í ofanalega þá þetta svona spýtukallar, opaslega svona einfaldar og jafnvel lélegar tekningar myndu sem við segja. Þannig að það setur ykkur svona rauninni filter á það sko. Ef ég myndi gera þetta, teikna þetta bara svona alveg bara fotogeníst, þá væri hugsalega ykkur búin að reyna að cancela mér sko. Þannig að þá það bara miklu bara grótesk, en vegna þess að þetta sett í svona krúttulegan búning, þá sko viðbjóðurinn eiginlega, hann niður halast í heilan að það öðruvísi. En síðan sko líka bara tímatir alltaf að breytast og svoleiðis. Þannig að maður stundum, sko það sumt, ég veit að ég var samdi örugglega brandara sko snemma sem að ég sem ekki núna. En þeir ekki endilega ógeistlegri þá heldur en núna. Það bara, samfélagið að hugsa öðruvísi sko. Já. En þannig að ég hef svona alltaf haft hugan við það, núna bara þannig, fyrir mér bara leikurinn til þess gerður að sko, það eru svona í rauninni eitthvað svona listi, óskrifaða listi yfir hluti sem mátt ekki grínast með, og ég grínast í rauninni með það flest, en ég alltaf bara, en leikurinn til þess gerður að finna leið til þess að gera brandar úr þessum hlutum, og nálgast á eitthvað nátt vegna þess að það bara það sem að húmor hefur alltaf snúist það hefur alltaf verið eitthvað sem bannað sko. Já. Og grínistar hafa alltaf fundið leið til þess að tala það sem er bannað. Já.